Heyriði, komið sæl og blessuð. Ég ég sem að byrja bara svo við höldum tímarammanum og gerir ráð fyrir svona kannski 15 mínútum og þá slekkur hún á upptökunni. Þannig að endilega ef einhver spurningar þá gerir ráð fyrir að hafa tíma fyrir það í lokin. Ég ætla að deila skjánum og er með svona fáar glær til þess að halda mér í, það er nú ekki síður fyrir mig. Ég ætla semst að kynna fyrir ykkur stöð sem að ég hef verið að keyra og bara ég er akkurat núna að keyra í Hrafnagilsskóla og ég heiti Ólöf Ása og er kennari á unglingastig í Hrafnagilsskóla. Og ég er með svona stöð inn í Hringekju sem heitir Heilsa og lífsstíll og þetta er sem sagt hluti á svokölluðum vinnustundum sem að eru auðvitað bara okkar hugmynd, okkar kennaranna sem að við erum sem sagt með 80 mínútna lotur hverju viku, þar sem er svona Hringekjuform, aldursblandar hópar, þannig að það er ýmis önnur markmið sem ég ætla ekki að tiltaka hér. En við erum svona að vinna fyrst og fremst með lykilhæfni og dæmum verkefni sem við erum að taka. Þetta er svona lífsleikni tengt en fyrst og fremst kannski hæfnin er lykilhæfni. Við höfum tekið fjármálalæsi, kynvitund, framtíðarsýn, heimspeki og svo framvegis. Og það eru kannski, bara eftir hvað nemendur eru margir, 3-4 stöðvar sem þau rúlla á. Þau koma sem sagt 3 sinni til mín og forsagan af þessari stöð er svona, við fundum fyrir bara einhvern veginn þörf á tísku orðið læsi nemenda á eigin heilsu. Það er að segja að þau axli einhverja ábyrgð og séu alltaf læs á hvernig þeim líður ef þau sofa nóg, hvernig þeim líður ef þau borða morgunmat og svo framvegis, að hreyfa sig og slaka á og allt þetta. Það er eins og þið vitið og þekkið jafnvel eða betur ég, það er ekki vöntun á góðu fræðsluefni, það flæðir allt í því og hlaðvörpum, vídeóum, bókum, fyrirlesurum og það er meira það að unglingarnir einhvern veginn tilengi sér bara alla þessa visku og taki upplýstar ákvarðanir eigin heilsu. Og ég veit eins og upp í menntaskóla á Akureyri þá er verið að vinna með menningarlæsi og náttúrulæsi og ég veit að íþróttakennararnir þar, þeir eru farin að tala heilsulæsi. Þetta er náttúrulega bara alltaf grunnurinn og er auðvitað líka í grunnþætti menntunar, heilbrigði og velferð. Við erum að tala svefn, mataræði, hreyfingu, félagslega heilsu sem er eiginlega bara aðalega tengsl, að mynda tengsl við aðra og geðrækt. Ég fæði 3 svar til mín í 3 80 mínútna lotur og þið auðvitað bara, kannski er einhver sem fær alltaf hugmyndir út frá þessu og að nota þetta á ýmsan hátt, en þetta er formið sem við erum með. Og ég valdi bara 3 þemum, svefn, af því það er svona upphafið að reyna að rjúfa einhvern vítahring með því að laga svefnin. Svo ákveði að taka næringu af því það var áskorun fyrir mig. Mér finnst það svolítið tabú sjálfri og ég hef lengi talað og unnið með hreyfingu, slökun, sjálfsmynd og andlega svona jákvæða sálfræði og geðrækt. Ég hef rosa lítið og ekkert talað heyrði ekki alveg örugglega í mér. Já, gott ég er að fá okkur að skilaboð villur hjá öðrum. Næringu. Það er svona, mér finnst persónulega svolítið svona tabú í kringuna, því það er svona persónulega skoðanir og þetta er nátengt þyngd og þyngdarstjórnun og það er viðkvæmt. Þannig að ég var að skora þessu sjálfa með að fjalla næringu. Og svo í lokin geðrækt sem er kannski svona mitt hugðarefni. Og í fyrsta tímanum þá læt ég þau hlusta á hlaðvarp eða podcast og það er vandlega valið með sérfræðinga mér við hlið, viðtal við Erlu Björnsdóttur, sálfræðing og svefnráðgjafa. Og við byrjum bara á því að fara í göngutúr og hlusta. Og svo magna, ég nota göngutúra mjög mikið, bara í mörg ár og það er svo gaman að hafa mismunandi markmið með þeim. Þetta er náttúrulega svo einfaldasta kennsluaðferð í heimi að fara með krakka út. En oft hefur maður farið og markmið þau spjalli, markmið að þau labba með einhverju sem er ekki með þeim í bekk eða markmið að taka eftir einhverju, fuglahljóð með einhverju slíku. En þarna var markmið að hlusta og þetta mjög illa bara að hlaupa sýningur, þetta er svo skrýtnir göngutúrar
Ég var að labba, ég tók þessa myndi bara síðustu viku, þá var ekki svona við erum núna. Að, þú veist, það var bara þögn og allir að labba bara eins og eitthvað vélmenni. En þetta sko okkar kynslóð við fullorðið fólki gerum mikið á þessu, en þetta framhaldið fyrir þeim mörgum, allavega það mín reynsla. Og mjög skemmtilegt. Og svo eiga þau að skrifa inn á svona palletvegg, eitthvað þrennt athyglisvert sem þau heyrðu í hlaðvarpinu. Og ég veit þegar kannski hlusta mörg á þetta viðtal, það náttúrulega eins og mörg svona podcast alltaf langt. Það svo áhugavert hvað þau skrifa, þetta byrst með þeirra leyfi, að sko strákarnir skrifa, sko fótboltastrákarnir heyra ég veit hvort þau sjáið á þetta. Já, að hérna eitt sem skrifar að Manchester United fekk svefnsérfræðing til liðsins og lét hann fara gegnum svefnin hjá öllum leikmönnum og eftir það gekk þeim heilmikið betur. Og svo það komin svefnlæknar í mörg íþróttalið og það mikið svona, talað allt íþróttaliðin og fótboltaliðin, en stelpurnar talað allt þyngd. Svefnleysi getur haft stór áhrif á offitu, eins og sjáu þetta ekki stafsendingaverkefni, mér ekki að krufla í það. Hérna einn sem segir yfir 70% allra kæfisvefnsjúklinga eru yfirþyngd. Og mér finnst bara svo áhugavert að þau eru öll að hlusta á sama podcastið, það enginn sem heyrir það sama. Og þetta mjög góð leið til að þau séu öllu virka því að pínu ítir á manna því að ég var búin að búa til dálkana með nöfnunum, þannig að það verður svolítið áberandi ef maður gerir ekkert. Og svo áttu þau að skrá svefni sinni í 1 viku og þetta myndir úr svo göngutúr, mér finnst þetta bara svo magnað að labba svona með þeim. Og hér dæmi frá einum strák sem að þetta er bara til að sýna hvað þetta einfalt, þetta bara screenshot úr verkefni sem að hann skilaði mér inn á Classroom og þessi náttúrulega bara í góðum málum eins og sjáið að sofa 8 til 9 klukkustundir sem bara geggjað. Enda hann í mjög góð jafnvægi, þessi drengur. Þannig að það alveg magnað. Svo í hóp 2, tabúið, það næringin og ég náttúrulega nálgast að byrja bara á svona í rólegheitum á vítamínum og svona fræðslu vítamín og þau fara í svona hópa og eiga að skrifa einkenni vítamín og skortin á því og svo framvegis og svo þau að skrá allt sem borðuðu daginn áður og ég var í þessum tíma í dag og þá var alltaf fyndið að bara slátur í matinn í gær í mötuneytinu og ég myndi ykkur hvað þau sprengtu alla skala í játni og þú veist, það var svo fyndið sko, fyrstulega var að finna slátur á ensku sem að þau komist að því væri þá næsti væri haggis eða liver eitthvað, man ekki alveg hvað hét og svo ég með svona heimasíðu sem mjög skemmtileg, þetta chronometer.com það sem að þau setja inn allt sem að borða og sjá svo, þetta hringið neðst á glærunni þetta eitt strákur sem var í síðasta hóp sem að og fær þá svona hvað hann að fá af svona helstu vítamínum og rauður hringurinn fólinsýra sem greinilega allt of mikið og hann svona, svo ég skrifa kannski pínu, ég bara í góðum málum nema ég mætti bæta við trefjar og pínu C-vitamin og þeim fannst þetta mjög skemmtilegt, sérstaklega íþróttakrökkunum en ég ekkert að horfa á kaloríur en neitt slíkt og bara svona aðeins og svo ég með hlaðvarp sem að ég reyndar eyði ekki tíma í skólanum, geri það bara einu sinni en þetta mjög skemmtilegt. Og í lokin ég með geðrækt og þá ég bara með myndband sem svona kveikju að ég búin að vera með þessi hlaðvörp og svo umræða bjargir, hvað getur maður gert og þetta alltaf engin ný sannindi og ekkert nýtt á nálinni en það sem að það kemur alltaf sama, ég reyna að fá frá þeim sko, það eru hreyfing og hringi við, stendur en ég meina það getur líka bara verið að senda skilaboð á Messenger eða snappinu eða eins og segja, einskonar reach out sko, að hafa samband við einhvern hugasvefnunum og svo það þrennt gott sem þið þekki sjálfsagt sem að skrá niður í eitthvað ákveð tímabil, ég læt að gera það 1 viku, eitthvað þrennt gott við daginn og svo vinnum við líka svolítið með geðorðin og bara förum í gegnum þau og þau velja sér uppáhald og segja frá af hverju og að því þetta svona tilraunaverkefni, fyrst skipti sem ég gert þetta, fyrsti hópurinn gerði svona Google Sites heimasíðu og næsti hópur ekki, það var á flókið. Og svo ræðum við þetta þrennt gott og þau skila mér því á Classroom og þetta bara dæmi úr þeir sem kom síðast og þetta mjög skemmtilegt. Þetta allt frá því að opna nýjan FIFA pakka eða hitta strákana og komdu alltaf mikið það
hitta drengina, strákana, svo valgreinarnar komu skýrt fram sem að segja ykkur hvað þær eru mikilvægar og eins og í COVID þegar okkur allavega voru engar valgreinar og þau söknuðu þess. Gott veður, veðrið hefur áhrif á unglingana alveg svo okkur. Liverpool vann Tottenham, svo komu íþróttaleikirnir. Maturinn, ég hef getað skrifað það 18 sinnum eða þú veist 18.000 sinnum, það kom bara pizza í kvöld, naut og benni, matur, gott í matinn í hádeginu, var með gott nesti, gott í heimilisfræði, gott í matinn í kvöld, þú veist, þau eru bara rosalega mikið þarna. Tölvuklúbbur, það svona félagsstarf í okkur, æfingarnar, þau eru mörg að æfa og það stundum kemur skemmtileg. Mjög gaman að sjá ein stelpa skrifa þarna að það var nám í skólanum í dag sem ég skildi. Það var bara eitthvað svona þrennt gott við daginn og maður velti fyrir sér, er það sjaldgæft eða hlusta á systur mín að lesa, gott kvöld með Fjölunni, þannig einhver sem fekk að vera meistaraflokksæfingu og þetta er gott að klára erfið æfingu, það er sundæfing, það var stelpa sem skrifaði að það var ógeðslega erfið æfing, það var svo gott að klára hana, pabba koma heim á sjónum og svo framvegis. Þannig að þetta er mjög, þetta er einfalt en mjög gagnlegt og það sem var líka gott er að við keyrðum þetta, prófaði þetta þess á starfsfólkinu, eiginlega sama pakka og það var mjög áhugavert og hvetjandi að sjá, sko þegar maður segir þeim það og meira segir sýndi þeim pallið með hvað starfsfólki skrifaði úr svefnpodcastinu og segir þeim bara, við vorum að gera það sama á þið, það þurfa allir að huga heilsunni og þrennt gott kemur dæmi og fyrirmyndin þeirra einhver kennari sem að kenni með mér að þau sjá nöfnin á þeim að þeir hafa verið að gera það sama. Það er alveg ótrúlegt hvað það hefur góð áhrif. Þannig að mér fannst það svona styrkja verkefni og styrkja þátttökuna. Og það var líka gaman að sjá að ég fekk þarna í þrennt gott frá mjög mörgum nemendum. Þrennt gott daginn, það var vinnustund í dag. Kannski er það skrifað til þess að klóra mér á bakinu skiljiði, en það var samt svona ákveðin svona styrking á því sem við erum að gera og mér finnst ég líka sjá miklu meira svona einstaklingsvirkni heldur en við erum með fullt af fyrirlestrum, við erum oft með einhverja fræðslu einhvern veginn en sjaldan sem við látum þau leggja mörkum svona eins og á Palletvegnum og í þessum verkefnum sem að ég sýndi ykkur. En já, ég bara þakka kærlega fyrir mig